Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 25. janúar er þriðji og síðasti sunnudagur eftir 13. Þema dagsins er myndunin, en í dag er einnig bænadagur á vetri. Lexía segir frá því þegar Móse sótti sáttmálstöflurnar upp á Sínaífjall. Í pistlinu skrifar Páll skýluna sem Móse huldi andlit sitt með eftir ferðina upp á Sínaí. Og í Guðspjallinu myndaðist Jesús í návist 3 lærisveina sinna. Þetta er allt mjög áhugaverðir textar. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Markúsi 9. kafla. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar myndaðist hann fyrir augum þeirra og klæði hans urðu fannhvít og skínandi og fær enginn bleikir á jörðu svo hvítt gert. Og Elía og Móse birtust þeim og voru þeir á tali við Jesú. Þá tekur Pétur til máls og segir við Jesú: Meistari, gott er að við erum hér. Gerum 3 tjaldbúðir þér eina, Móse eina og Elía eina. Hann vissi ekki hvað hann átti að segja enda voru þeir mjög skelfdir. Þá kom ský og skyggði yfir þá og rödd úr skýinu sagði: Þessi er minn elskaði sonur, hlýðið á hann. Og jafnskjótt litu lærisveinarnir í kringum sig og sáu engan framar hjá sér nema Jesú einan. Á leiðinni ofan fjallið bannaði Jesús þeim að segja nokkrum frá því þeir höfðu séð fyrr en mannssonurinn væri risinn upp frá dauðum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Öll þekking geymist í minni okkar og er ávinningur á eftirtekt. Við erum allt lífið að læra og oft teljum við okkur vita nóg eitthvað en svo kemur í ljós að svo er ekki. Við eigum til orðatiltæki að svipta hulunni af einhverju, afhjúpa, eða við segjum að augun opnist þegar við gerum skyndilega uppgötvun. Og nú er ég að tala uppgötvun fyrir trú okkar. En til þess að gera uppgötvanir þurfum við að dýpka skilninginn. Þá nægir ekki að lesa með skýluna fyrir hjartanu eins og Páll orðar það. Því þá sjáum við ekki dýrð Guðs. Lexía og pistill dagsins fjalla sama atburðinn þegar Móse fór til fundar við Guð á Sínaí og hér er Páll að vísa í texta lexíunnar. Móse hafði hulið andlit sitt svo menn sæju ekki ljóman af dýrð Guðs fölna og Páll túlkar það þannig að lögmálið sem Guð hafði gefið Móse hafði verið tímabundinn sáttmáli. Lögmálinu hafi ekki verið ætlað að hafa endalausan gildistíma. Eins og ljóminn á andliti Móse fölnaði, myndi lögmálið renna sitt skeið og víkja fyrir nýjum sáttmála. En ólíkt hinum gamla sáttmála mun dýrð hins nýja sáttmála aldrei dofna eða hverfa. Já, þemað í dag er myndunin. Í kaflanum á undan Guðspjallstextanum, það er 8. kafla Markúsar, hafði Jesús sagt lærisveinunum hvað lægi fyrir honum. Hann yrði smánaður, myndi líða þjáningu og dauða. En lærisveinarnir sem höfðu af fórnfýsi fylgt honum myndu uppskera eilífa dýrð. En kannski til að styrkja trú þeirra hefur Jesús viljað gefa þeim einhverja innsýn í dýrð Guðs ríkis. Hann sagði: Sannlega segi ykkur, nokkrir þeirra sem hér standa
muni eigi deyja fyrr en þeir sjá Guðs ríki komið með krafti. Og Jesús tók með sér 3 lærisveina, Pétur, Jakob og Jóhannes upp á fjallið, þar sem hann ummyndaðist fyrir augum þeirra og þeir fengu að sjá dýrð Guðs. Það voru ekki bara klæði Jesú sem geisluðu mikilli birtu frá sér, heldur einnig líkaminn. Andlit hans skein eins og sól. Þessir lærisveinar voru útvaldir til að segja síðar frá dýrð Drottins. Og hafi þeir óttast dauðann, þá hefur þessi dýrlega upplifun vikið öllum ótta burt. Ummyndunin var staðfesting fyrir þá á því hver Jesús væri og hefur elt á í starfi sínu og boðun á trúnni, eins og Pétur skrifar í fyrra bréfi sínu. Ekki notaði ég uppspunnar skröksögur ég kunngjörði ykkur mátt og komu Drottins vors Jesú Krists. Heldur hafði ég verið sjónarvottur að hátign hans. Því hann meðtók af Guði föður heiður og dýrð, þá raust barst honum frá hinni dýrlegu hátign. Þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Þessa raust heyrði ég sjálfur koma frá himni, þá ég var með honum á fjallinu helga. Já, hafi lærisveinarnir nokkuð tíma efast, þá hefur skýla vantrúar eða efasemda fokið burt og fullvissa trúarinnar tekið við. Þeir höfðu séð dýrð Guðs og Guð. Því Jesús sagði, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Eftir að hafa orðið vitni að ummynduninni, urðu lærisveinarnir frjálsir undan efasemdum, frjálsir í boðun á sannleikanum. Hjörtu þeirra brunnu, þeir voru fullir eldmóði í boðun hins lifandi orðs og fullvissa þeirra á eldmóður hefur haldist í gegnum aldirnar. Þeirra orð endurspegla dýrð Guðs til okkar, því fyrir þeirra orð trúum við og fyrir trúna umbreytumst við í börn Guðs. Þessar frásagnir af upplifun lærisveina Jesú gerðu meira en að fylla þá sjálfa eldmóði. Frásagnirnar urðu lifandi, svo að við sem lesum beinlínis finnum kraftinn í orðunum. Textarnir voru skrifaðir af sannfæringu hjartans og þess vegna nauðsynlegt að lesa þá með hjartanu. Sá sem hefur einungis grunnþekkingu á orði Guðs missir af þessum vitnisburðum. Vitnisburðum sem hrífur þá sem lesa með sér og gefa þeim löngun til að vita meira. Og vitnisburðir þeirra sem reynsluna hafa að eftir því sem við kynnumst og lærum að þekkja orð Guðs betur, þá umbreytumst við, eins og reynsla lærisveinanna umbreytti þeim. Eftir þessa opinberun skrifaði Pétur, nú getum við enn betur treyst orði spámannanna, og hann skrifar, það rétt af ykkur að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað, þangað til dagur ljómar og morgunstjarnan rennur upp í hjörtum ykkar. Já, vitnisburður lærisveinanna staðfesti spádóma Gamla testamentisins og eftir dauða Jesú, þegar Pétur skrifar bréfið, skrifar hann að vitnisburðurinn dýrð Guðs eigi að lýsa okkur til hins efsta dags, því menn hafi ekki beðið þessa spádóma, heldur töluðu spámenn orð frá Guði, knúðir af heilögum anda. Og þegar spádómar rætast, staðfesta þeir að þeir eru boðskapur frá Guði. Frásagnir Biblíunnar eru fullar af táknmyndum sem sumar tala beint til manns, en aðrar þarf maður að marglesa
til að sjá skilaboðin eða tengja þær við nútímann. Þetta ekki bara sögur, hver frásögn táknmynd sem ber síbreytilegan boðskap til okkar. Boðskap sem getur komið okkur á óvart. Dýrð Jesú hafði komið lærisveinunum á óvart. Víst hafði hann haft mikinn mátt, hafði læknað menn og reist upp frá dauðum. En þessi umbreyting, þessi dýrð, færði Jesú á annan stall hjá þeim. Hann var svo sannarlega sonur Guðs og drottinn. Dýrðin gaf þeim innsýn í aðra veröld sem þeir hefðu ekki getað ímyndað sér að væri til, veröld sem okkur ætluð eftir þetta líf. Já, þemað í dag myndunin. Á fjallinu fengu þeir Pétur, Jakob og Jóhannes forsýningu á þeirri dýrð sem verður í ríki Guðs. Þeir voru valdir til að bera vitnisburðin áfram, vera hirðar safnaða og menn veiða. Þeir fengu staðfestingu frá himni að Jesús væri sonur Guðs og hver dýrð himins væri undursamleg. Jesús valdi lærisveinana og Guð hefur valið okkur til að varpa dýrð drottins og ljósi heimsins út í heiminn. Það eru 2 guðspjöll sem segja frá þessari ummyndun á fjallinu og samkvæmt Matteusi var dýrðin svo mikil að lærisveinarnir féllu fram á ásjónur sínar og hræddust mjög. Jesús gekk til þeirra og snarta og mælti, rísið upp og óttist ekki. En þeir hófu upp augu sín sáu þeir engan nema Jesú einan. Þeir höfðu misst úr tíma. Dýrðin bar þá ofurliði. Jesús varð að ummyndast til þess að geta staðið við hlið Móse og Elía. Við munum ekki einungis sjá dýrð drottins, heldur munum við einnig umbreytast. Í ríki Guðs munu allir fá skart klæði, veisluklæði, eða eins og Jesús segir í einni af dæmisögum sínum, þá fáum við brúðarklæði. Í lexíunni sótti Móse boðorðin 10 og lögmálið upp á Sínai. Þau voru sáttmáli við Guð, meitluð í stein. Jesús uppfyllti þann sáttmála, en sá sáttmáli sem trúin gefur okkur ekki skjalfestur, eins og Páll postuli skrifaði í bréfi sínu til Korintumanna. Við erum þjónar nýs sáttmála sem ekki skrifaður með bleki, heldur með anda lifanda Guðs, ekki skrifaður á steinspjöld, þar hann að tala steintöflurnar, heldur á hjartaspjöld manna. Við verðum frátekin líður Guðs og hluti af hans þjóð. Okkar andlega næring felst í íhugun boðskaparins, eða eins og Pétur skrifar, sækist eins og nýfædd börn eftir hinni andlegu, ómenguðu mjólk til þess að þið af henni geti dafnað til hjálpræðis. Enda hafið þið smakkað hvað Guð góður. Komið til hans, hins lifandi steins, sem menn höfnuðu en í augum Guðs útvalinn og dýrmætur. Látið sjálf uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús Guðs. Jesús hornsteinn kristinnar kirkju og við erum hinir lifandi steinar sem byggja kirkjuna upp. Við erum miðjan því hann upphafið og endurinn, alfa og omega. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, amen.